Góðan daginn og velkomin í Silfur Egils. Við ætlum í þessum þætti meðal annars að ræða við Styrmi Gunnarsson, fyrrverandi ritstjóra Morgunblaðsins. Við tölum við hann ýmis mál, lýðræði og auðræði og fleira. Við fáum hingað Austurríkismann sem heitir Frans Patay. Hann sérfræðingur í að reka menningarstofnanir og hann að svara spurningunum það hvernig menning geti verið arðbær eða hvort hún geti verið arðbær og þá á hvaða hátt, og þetta kannski kemur okkur dálítið mikið við þegar við erum búin að byggja þetta óskaplega gímald við höfnina og erum að velta því fyrir okkur hvernig við eigum að fylla það og láta það standa undir sér. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins með Ómari Valdimarssyni, gamalreyndu blaðamanni. Við vorum hérna með þætti einu sinni í sjónvarpinu, það er voða langt síðan. Og ég man eftir því. Það virkar það, já. Man eftir því. Sigursteinn Másson, hann er nú sömuleiðis sjónvarpsmaður og fjölmiðlamaður. Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, fjölmiðlakona ritstjóra Smugunnar, þetta það ekki vefurinn þinn, og Brynjar Níelsson, formaður lögmannafélagsins. Ég ætlaði að byrja á dálítið þungum pakka. Það Geirfinnsmálin sem að nú hefur Ögmundur Jónasson, innanríkisráðherra sem fer með dómsmál, ákveðið að setja starfshóp til að skoða Geirfinnsmálin. Þau hafa náttúrulega farið einu sinni í gegnum kerfið, síðan var dæmt í þessu. Það var þegar Hæstiréttur 1998 hafnaði því að taka málin upp aftur. Og þetta nú makalaust því að stór hluti þjóðarinnar man nú ekki lengur eftir því hvernig þetta var. Þetta var í kringum árunum 74 til 77 sem að þessi mál voru nánast dómineruðu fjölmiðlana, en liggur svona eins og mara á þjóðinni og kemur upp aftur núna ekki síst vegna þess að Sævar Ciesielski dó núna í sumar og svo var Stöð 2 með umfjöllun þar sem að voru birtir kaflar úr dagbók Tryggva Rúnars Leifssonar sem var reyndar aðilega þessu svokallaða Guðmundamáli sem að tengdist þessu. En þetta Sigursteinn, þú gerðir mjög fræga mynd þetta sem hefur verið, ég held að við bara verið að sýna hana nú í gær í Regnboganum. Hún rifjuð upp svona við og við og hver eru þín svona viðbrögð við þessu? Betra seint en aldrei. Já. Eru kannski mín viðbrögð. Þegar við gerum þættina þeir voru sýndir hérna í sjónvarpinu fyrir 14 árum síðan. Já. Að þá lá alveg ljóst fyrir að málin voru meingölluð. Það stóð ekki steinn við steini í rannsóknunum, hvorki í hinni svokölluðu Keflavíkur rannsókn, né eftir að málin komu til Reykjavíkur og fólk var hneppt í gæsluvarðhald 12. desember 1975. Það sem að nú verið að tala að þessi nefnd, þessi starfshópur öllu heldur, hann eigi að fara yfir þátt framkvæmdarvaldsins. Það auðvitað pínlítið snúið vegna þess að á þessum tíma að þá náttúrulega réttarkerfið í landinu með þeim ólíkindum að það allt í einum graut, dómsvaldið og framkvæmdarvaldið. Þannig var til dæmis fulltrúi sakadómara, sá sem stjórnaði rannsókninni allan tíman með hana gæsluvarðhaldið í Sigmálafangelsinu var og síðan var dæmt í febrúar, málinu lauk í febrúar 1977. Það fulltrúi sakadóms sem stýrir rannsókninni. Þannig að það verður mjög snúið verkefni þessa starfshóps að skoða sérstaklega þátt framkvæmdarvaldsins þegar að dómsvaldið svona allan tíman involverað í málið. Algjörlega, já. Ómar, þú settir færslun á blogg hjá þér núna í gær þar sem þú varst að velta þessu fyrir þér og þér fannst, þú fylgdist með þessu sem blaðamaður á þessum tíma. Já, og þér fannst vera skrítið að nú væri farið að útmála fólk sem að hefði verið í afbrotum og slíkt sem einhvers konar öðlinga og kórdrengi, sagður. Já. Það nú eiginlega það sem hefur svolítið farið í taugarnar á mér, að fólk virðist alveg hafa gleymt því við hverja var að etja. Og það öllu ruglað saman í einn hrærigraut og aðalega fólki sem ekki hefur nennt að setja sig inn í málin, heldur gleypir einhverja glefsur hér og þaðan. Því haldið fram núna alla þessar játningar hafa verið fengnar fram með pyntingum.
tómu þvættingur sko. Alla játningar komu fram á allra fyrstu dögum þessa gæsluvarðhalds og það var ekki fyrir en sko kannski 2 árum síðar að menn fóru að draga þetta tilbaka. Þetta alls ekki rétt, þú verður að kynna það máli betur. Þetta alveg kolrangt. Svona var þetta sko. Þú verður að kynna það staðinn. Bara að lesa Hæstaréttardóminn og játningar alla koma fram á fyrstu dögum og það ekki fyrir löngu seinna menn fara kvart yfir sko harðræði. Harðræðið var náttúrulega í Síðumúlafangelsinu og það var skoðað á sín tíma og var náttúrulega öllum til háborinnar skammar. Það var harðræði, það var beitt harðræði. Já, og sérstök harðræðis rannsókn og það var sko meðferð á þessum strákum í Síðumúlanum og ýmsum öðrum á þessum tíma var náttúrulega skandall og myndi aldrei líðast í dag. Margt að því sko, menn myndi aldrei vera hafður í gæsluvarðhaldi í 2 ár í dag. Já. Þóra Kristín, hvernig, ég meina, ástæða til að fara að skoða þetta aftur núna? Já, það mikil ástæða. Ég var nú fyrir miklum vonbrigðum þegar að Hæstiréttur hafnaði endurupptöku á sínum tíma. Mér fannst þarna, sko, ég upplifði þetta nú mjög sterkt sem barn vegna þess að ég bjó nú, svo að segja, í næstu götu við Geirfinn. Þegar að þetta var og man þessna mjög vel eftir málinu. Þetta vakti náttúrulega mikla athygli líka barna. Þjóðfélagið var undirlagt. Svo þekkti ég lítilega til Sævars og fjölskyldu hans vegna þess að hann bjó tíma eða sem drengur í sama húsi og amma mín og afi. Þannig að þetta vakti upp svona mjög sterkar tilfinningar og þegar maður horfir á þetta löngu seinna og allt sem hefur komið upp málsmeðferðina í þessu máli hefur gefið fullt tilefni til þess á öllum stigum að þetta yrði skoðað upp á nýtt og við getum ekki, það var alltaf talað það í þjóðfélaginu eins og þetta fólk væri fólk sem hefði ratað í einhvers konar ógjafi, vissulega voru þetta smákrimar, þetta var fólk sem var í smáglæpum og að því leytinu til var þetta ógjafi fólk, en kannski einmitt þess vegna þá voru þau svona lítilmagnar og það hefði þurft þess vegna, sko, það engin afsökun fyrir því að fremja dómsmorð að félagslega staða fólk sé veik og það ekki þótt að fólk sé í smáglæpum þá ekki þar með sagt að það sé morðingjar og við búum í þannig réttarkerfi að það sem að það komið upp, það komin upp vafi að þessar játningar hreinlega standist af því að það hefði verið beitt harðræði út af þeim aðferðum sem var beitt og þá hljótum við að skoða það og ef það var illa staðið af þessari rannsókn þá fólk einfaldlega saklaust vegna þess að þú verður að sanna sekt þannig að það sé hafið yfir vafa. Brynjar, hvernig líst þér á þessa þannig eiginlega 2 spurningar, það annars vegar sko hvort það sé ástæða til að taka málið upp aftur og svo líka þessi aðferð sem innanríkisráðherrann hefur valið að setja einhverja nefnd í þetta í staðin fyrir beinlínis að fara með reyna að málið fari aftur inn í réttarkerfið. Sko, það búið að reyna það að fara með inn í réttarkerfið. Það er að endurupptaka málið sjálft. Því var hafnað. Og lögin eru bara þannig að slík mál verður ekkert endurupptökin nema einhver ný gögn komið fram sem geti haft áhrif á niðurstöðu málsins. Þetta er bara lagaumhverfi sem við lifum í. Við getum ekkert farið út fyrir það. Við getum út af fyrir sig, eins og ráðherra gerir núna, skipa einhverja nefnd til að skoða einhver svona atriði og ég ger eitthvað athugun til það í sjálfu sér nema nefndin ætti að fara að komast, ætti að skipa nefnd sem ætti að komast að því hvort að menn væru sekir eða saklausir. Það myndi mér ekki lítast vel á. Nei. Hér bara, eins og mörgunum dómsmál, það eru bara lögð fram einhver sönnunargögn og það engin betur til þess fallin heldur dómsmeðferð til að skera úr sekt eða saklausi. Auðvitað þetta kerfi svo sem ekkert fullkomið frekar en önnur. En þetta bara niðurstaðan dómaranna á sínum tíma með hliðsjón af þeim gögnum sem voru fyrir hendi var að sakfella. Og ég sko að því að Þóra Kristín talar hér sko smáglæpi og smákrima. Ef menn lesa nú dóminn þá mörg önnur mál heldur en þetta að hafa orðið þessum mönnum að bana sem við köllum ekki smáglæpi eða smákrima. Þannig að menn ekki rugla svo öllu saman. En aðalatriðið það að þetta dómsniðurstaða og við getum deilt það endalaust hvort að það hafi verið skynsamlegu vafið ekki. Dómarnir mátu að svo væri ekki. En hvað myndir þú segja sem lögmaður?
Fóruð Svara þið nú. Já, það bara spurning, þetta nú þú þekkir þetta mál út og inn eins og Já, sko, en það samt þannig að það alltaf erfiðara fyrir okkur að meta þetta sem ekki vorum viðstaddir dómsmeðferðin slíka. Við hlustuðum ekki á sakborningana. Nei. Við svo erfitt fyrir okkur að meta trúveruleika sakborningana, vitnanna, nema við sjáum þau og heyrum. Og að því að menn að tala þetta og Ómar var að tala þetta áðan að til dæmis, ég gerir svolítið greinamun á Guðmundarmálinu annars vegar og Geirfinnsmálinu hins vegar. En ef við skoðum Guðmundarmálið, þá kemur þarna játning innan við viku eða framburður eins innan við viku og hinn held ég innan við 4 vikur. Það sem þeir játa hafi átt í þessum áflóðum sem leiddu til dauða. Þau afturkalli ekki sum fyrr en við dómsmeðferð, löngu síðar, 1,5 ári síðar, næstu 2 ári síðar. Sumir gerðu það ekki fyrir bara við Hæstarétti og sumir gerðu það aldrei. Nei. Og það er þetta sem við þurfum að skoða þegar við þurfum að meta þetta. Af hverju gerist það og svo framvegis? Já. Og af hverju snýst síðan umræðan það í samfélaginu, allt í einu, sennilega eftir myndinu á Sigursteini, að hér hafi verið bara einhvern réttamór frammi. Já, nú reyndar, sko, það er ekki bara það að, ég minn nú á það til þess að forsætisráðherra Íslands, þá Davíð Oddsson, hann steig upp í pontu í Alþingi í október 1998 og hann segir að það hafi verið gerð mistök á öllum stigum málsins og þau orður reyndar mjög þung og standa ennþá frá þá æðsta manni þjóðarinnar.